Sólveig Kolbrún Pálsdóttir, eða Solla eins og hún gjarnan kölluð, vann í ferðaþjónustubransanum í mörg ár og árið 2017 var hún kortér í kulnunni eins og hún orðaði það. Á þeim tíma var hún á fullu í framkvæmdum á nýju húsi með 3 lítil börn og fjölmarga bolta á lofti. Í kjölfarið greinist hún með krabbamein. Hún segist ekki vita hvernig hún hefði getað búist við öðru þegar hún horfði tilbaka en hún var 5. í vinahópnum sem greinist. Hún var viss að hún myndi sleppa en svo var ekki raunin. Solla starfar nú sem markaðs- og kynningarstjóri Ljóssins en við hittum hana heima þar sem hún segir okkur sína sögu. Ég er 3 barna móðir sem býr í Reykjavík og ég er gift og ég er dóttir og systir og frænka og ég starfa í Ljósinu, endurhæfingarmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda. Þar gegni ég hlutverki markaðs- og kynningarstjóra sem að felur í sér margt og mikið, stundum miklu meira en titillinn gefur til kynna og stundum finnst manni titillinn bara ekki alveg, manni finnst hann vera eitthvað svo risavaxinn. Þetta eru svo mörg verkefni. Ef við byrjum bara á því að þú segir mér aðeins frá svona þinni sögu bara til að byrja með, hvernig var svona æskan þín? Ég á 2 eldri bræður, og þeir eru aðeins eldri en ég og þannig æska mín hún var full af fjöri. Ég er alin upp á Vatnsenda við Elliðavatn og þá var það bara falleg sveit, hluti af Kópavogi en maður tók skólabíl í skólann og þannig að það var bara algjör perla að fá að alast upp þar, bara við vatnið og já, þannig að það var bara mjög mikill slaki og sumrin þau voru bara út að leika frá morgni til kvölds og það var ekki, maður fór ekki heim fyrir en þú veist, þegar það var bara blístrað á mann, þá heyrði maður bara já, maður fara inn. Þannig að maður er bara heppinn með það. Það var fengið bara svona ljúfa æsku. Ég gekk bara í grunnskóla og svo þarna bara þegar að líður á grunnskólalögum þá flytjum við af Vatnsendanum. En ég hélt bara áfram í skóla í Kópavogi og fór svo bara í menntaskóla og í háskólan. Enda með að velja mér ferðamálafræði í háskólanum. Þannig að ég held að það hafi verið alltaf alveg borðliggjandi að ég myndi einhvern veginn vinna með fólki og það sem væri gaman. Og maður man eftir sér bara í Icelandair jökkingalanum. Systirinn mömmu vann hjá Icelandair og maður var bara alveg geggjað. Maður fekk Icelandair jökkingala og svo fór maður bara í Icelandair flugvél og maður er bara vörumerki út í eitt. Kannski kemur ekkert á óvart ég að fara í ferðamálafræði. En líka bara alltaf svolítið forvitin fólk. Man eftir mig bara að liggja í grassinu og horfa upp í himininn og spá í byrju hvert þessar flugvélar að fara. Þú veist, hvað er það sem að dregur fólk eitthvað annað? Og þannig að ég held að það hafi alltaf verið einhver svona smá svona rannsakandi í mér eða einhver svona sem langaði til að vinna með fólk og skilja af hverju fólk gerir það sem það gerir. Og þegar eftir ferðamálafræðina þá byrjaði ég bara að starfa í ferðaþjónustu. Fór út sem skiptinemi til Spánar reyndar á tíma en ég kem heim og bara starfa í ferðaþjónustu og tek á móti skemmtiferðaskipum og svo fer ég að taka á móti svona hvataferðahópum og svo smátt og smátt þá byrjaði ég að vinna bara í markaðsmálum, hreinum markaðsmálum í ferðaþjónustu hjá risastóru fyrirtæki. Og það var náttúrulega bara geggjað, farið gegnum hrun og gegnum eldgos og að vera í ferðaþjónustu í gegnum hrun, það var í raun og veru ótrúlega áhugavert, bara allt í einu var gjaldmiðillinn bara farin að breytast og það var eins og maður inni á hlutabréfamarkaði, bara fólk öskrandi, hvað krossgengið þið evru, þú veist, og pund, og þú veist, maður bara, hvað þér þetta? Og svo kemur bara eldgos og maður þarf bara að vera að lesa hérna bara í veðratöflur, bara það verður pottþétt hægt að fljúga hérna, þessi hópur að koma og einhvern veginn að finna hvernig þetta allt dróst saman og svo fyrir bara alltaf blómstra þarna eftir eldgosin, smátt og smátt þá fyrir þetta alltaf að svona birta yfir þessu og uppgangurinn í ferðaþjónustu, hann bara fer af stað og með öllu tilheyrandi. En mér leið vel, það var mikið fjör. En á einhverjum tímapunkti var þetta ómikið, ekki satt? Jú, svo gerist það bara að boltarnir verða mjög margir og
og ferðaþjónustan hún bara stækkar og ég þarna bara í frábærum hópi fólks og ég segi það alltaf að fólkið á mínum gamla vinnustað, ég hefði haldið jólin með þeim, maður var svo helgaður, maður var svo ótrúlega, vinnan var bara pingu fyrir lífið og svo gerist það bara svona smátt og smátt maður fyrir að finna, maður ekkert að ná að halda allir þessum boltum, það vantar fólk og bara pressan verður meiri og náttúrulega alltaf þessi krafa aukna arðsemi og það þarf að velta meira og bara með bara aukinni samkeppni í ferðaþjónustu og þá auðvitað, varð maður að hlaupa hraðar og maður fann það alveg hvað boltarnir voru bara orðnir og margir og því á sama tíma þá var ég líka að bara eignast börn, ég eignast bara 3 falleg heilbrigð börn á mjög skömmum tíma og maður náttúrulega bara eins og allar íslenska konur, maður ætla bara að gera þetta allt. Bara ég ætla að vera bara mamman sem útivinnandi og bara, maður þarf að eignast stærra húsnæði og spennan þetta ótrúlega mikil, bara á sérstaklega okkur konum, vil ég meina. Og þannig ég fann alveg að mér leiði ekkert vel, en samt var maður alltaf að sækist eftir meiru. Maður vildi alltaf meira og maður vissi alveg, maður gæti alveg gert þetta. Maður getur alveg, átt öll börnin og hugsa vel þau og vera hvað var það, maður var alltaf yfir foreldrafélaginu í leikskólanum og maður bara, já það eitthvað bekkjarfulltrúa þarna en maður var örugglega alveg í 120% vinnu að meðaltali bara í vinnunni og svo pluss allt hitt og við kaupum gamalt hús og byrjum að gera það upp en svo auðvitað bara alls konar, bara lífið náttúrulega bara með alls konar áskorunum sem við vorum líka að kljást við á bara sama tíma. En svo greinist ég sem sagt með krabbamein, greinist með brjóstakrabbamein í upphafi árs 2017. Og það var svolítið eins og þruma úr heiðskíru lofti fyrir mig. Og því að ég svo 5. í mínu vinahópi sem greinist með krabbamein. Og ég hélt alltaf að ég myndi bara sleppa. Ég hélt bara að tölfræðin myndi vinna með mér að þetta væri nú væri þetta bara komið gott og nú væri bara bjart framöndan. Og þegar ég greinist, þá var ég bara alls ekki búist við því. Og meðan við vorum búin að vera að gera upp hús og við vorum nýflutt inn og þá einhvern veginn plönin bara breytast. Þú ert ekki lengur með einhvern veginn ákvörðunarvald yfir hvað að fara að gerast í þínu lífi. Bara þegar bara kippt undan þér fótunum. Og ég var með svona frekar aggressíva típu sem að það þurfti bara að slengja mér hérna strax í lyfjameðferð og það því að þú pingur bara svo, þetta eru mismunandi leiðir hjá öllum eftir bara hvað krabbamein þú ferð og bara hvaða einstaklingur þú ert þegar þú greinist. Og hjá mér var það bara þannig að ég þurfti að hætta að vinna og náttúrulega bara líka við áfallið eitt og sér bara, maður fyrir að hugsa bara, hvernig lítur framtíðin út núna? Þegar hún er bara óviss. Og þá var ég nú ekki alveg tilbúin í að fara að eyða öllum mínum auka krafti í því að vera í vinnunni. Ég vil frekar bara vera heim og taka á móti börnunum. En það gengur vel. Ég fer í gegnum lyfjameðferðir og í gegnum uppskurði og sleppi geislameðferð sem er náttúrulega bara algjör lottavinningur, þegar þú ert í þessu ferli. Og ég sæki bara endurhæfingu samhliða þessu öllu og finn það alveg hvað þetta hefur, hvað þetta breytir í raun og veru minni sín á því, hvernig ég hafði verið að gera hlutina áður. Þegar þú fær tækifæri til að stíga út úr vinnuumhverfinu þínu, bara fær tíma til þess að bara kannski horfa tilbaka, maður var alltaf bara að hugsa bara, ok, hvernig maður er frí næst, hvaða verkefni eru næst í vinnunni, það var engin tími til að taka smá stöðumat á bara allt og þarna fekk maður tækifæri til þess. Í gegnum veikindin að vera í endurhæfingu samhliða þar sem að þú ert með fagaðila sem er að vinna þig í gegnum ferlið, bara í huganum. Þetta líkamlega endurhæfingi skiptir miklu máli fyrir mig en þessi sálfélagslega endurhæfing, að vera með iðjuþjálfa sem er bara, heyrðu, ok, hvernig er þetta vænlegt? Þar sem einhver er bara með háskólamenntun í því hvernig er gott að lifa sínu lífi, skilur við. Iðjuþjálfar eru bara stétt sem að ég held að allir vinnustöðar á landinu ættu að íhuga að ráða til sín. Bara þessi hugmynd það að við þurfum, við vinnum bara ákveðin mörg verkefni. Við erum bara með ákveðinlega mikinn tíma. Og þetta er svo rétt hugsun til þess að byrja að hugsa bara, ok, hvernig ætlar að skipuleggja lífið þitt? Getur þú gert allt saman þetta? Og þegar þú situr með fagaðila og byrjar að horfa tilbaka og bara, ok, hvernig gerði ég þetta? Og hélt ég myndi fá okkur aðra niðurstöðu.
Þannig að ég fer í gegnum mína endurhæfingu og sitt ótrúlega áhugaverð námskeið og vinn með mínum fagaðilum í svona að halda áfram. Og svo sný ég aftur til vinnu og einmitt eftir að hafa setið ótrúlega gott námskeið sem heitir aftur til vinnu eða náms upp í Ljósi, þar sem að ég fór í endurhæfingu. Og þá mæti ég aftur til vinnu og ég var með alveg 100% sýn á því hvernig ég ætlaði að snúa tilbaka. Ég var sko bara búin að finna út úr því hvernig væri best að snúa tilbaka þegar þú er búin að fá krabbamein. Og hvernig var það? Það var það að ég ætlaði sko bara að byrja smátt og ég ætlaði bara algjörlega að segja nei við sömu verkefnum, ég ætlaði að vera með mjög góð tímastjórnun, passa að hreyfa mig og gefa mér, iðjuhjólið mitt var sko bara að vera í lagi þegar ég kem tilbaka. Og ég mæti fyrsta degi aftur og ég kem bara heim og ég bara veit ekkert hvernig ég á að gera þetta. Og ég samt var hugurinn á mér í þokkalegu ástandi. Það eru margir sem fara gegnum lyfjameðferðir og eru svona frekar kannski svona ruglaðir í rýminu, erfitt að kannski að muna, hafa litla orku. Ég var samt, sem betur fer þokkaleg. En ég fann það bara að það skiptir svo miklu máli hvort að vinnustæðurinn sé tilbúin í að taka á móti mér. Það er ekki nóg að ég sé bara búin að undirbúa mig. Vinnustæðurinn það líka verið stakk búin til þess og þegar þú ert í umhverfi, þú ert í ferðaþjónustu þar sem að hraðinn er mikill og svona og að þau voru kannski ekkert alveg með þá hreinu hvað ég þyrfti. Og ég reyndi að vinna þetta, með mínum yfirmönnum þarna. En þegar upp að staðið, þá vissi ég bara, ég sá það bara að hvernig mér hugnaðist að lifa mínu lífi. Það var ekki þetta. Ég var ekki að fara að ná að halda minni heilsu og vinna áfram þarna. Þannig ég segi upp, sem að og ég segi alltaf, sko, þetta er ekki kannski það besta. Þetta er ekki besta hugmyndin sem þú færð þegar þú ert búin að fara í gegnum veikindin og allt þetta. Absolutt. Þetta er bara, já, og það voru margir sem voru bara ertu viss. Finnst þér þetta góð hugmynd, akkurat núna á þessum tímapunkti, hvaða verkefni bíða þig þá? Og ég varð bara að stíga út í óvissuna. Ég varð bara þarna að nýta mér allt sem ég var búin að læra. Ég gat ekki bara stokkið aftur bara í sama umhverfið og hægt að hlusta á sjálfa mig. Ég var loksins búin að fá tækifæri til þess. Og þá einmitt á ég erindi þarna upp í Ljós og hún Erna forstöðukona, hún hitti mig á ganginum. Og hún spyr bara, hvað er að frétta? Og þetta er svolítið persónuleg þjónusta þarna, það er hún vill allavega reyna að þekkja sem flest andlit og nú eru 600 manns í þjónustu eitthvað í mánuði, ég veit ekki hvernig hún ætlar að gera þetta. En að hún spyr hvað er að frétta og ég segi bara, veistu það, ég veit það ekki, ég sagði upp í vinnunni, ég veit ekki hvort það sé góða fréttir eða ekki. Og hún grípur það bara og spyr bara, viltu vinna hjá mér? Og ég var náttúrulega bara hissa, hvað ætti ég að gera hér? Ég er ekki eitthvað sérmenntuð í manneskjunni, hvað hef ég fram að færa? En hún var alveg fullviss það að ég geti hjálpað henni og við bara við mörg verkefni, en þá sérstaklega það sem snerið að kynningamálunum og hjálpa henni þar. Og þannig ég sló til. Og hvað gerir núna? Nú starfa ég sem markaðs- og kynningastjóri í Ljósinu, endurhæfingarmiðstöð, sem að er svo mjög fjarri því sem ég var að gera. Þó ég hafi verið í markaðsmálum í ferðaþjónustu að þá er þetta bara allt öðruvísi. Hvernig þá? Sko í ferðaþjónustu þá var það þannig, það var alltaf þessi krafa arðsemi sem er svo eðlileg þegar þú vinnur í markaðsstarfi. Þú ert alltaf að vinna með einhver markmið, einhver svona KPIs sem við erum að stefna, bara þá að selja eða þá að búa til umferð eða það á að, já, bara ýmis markmið. Og við erum sannarlega með markmið í dag, en í staðinn fyrir að þessi áhersla á pening, að þá er það bara þessi áhersla á manneskjuna. Að þú gengur á markað með eitthvað virði sem er heilsa einstaklinga sem er að gangi í gegnum krabbameðferð. Og í mínum huga þá var það bara borðleggjandi að mér langaði til að taka þetta verkefni að mér og að það bara mikið hugsjónaverkefni að fá að starfa við þetta með öllu þessu flottu fagaðilum sem eru í Ljósinu. Og núna að vita það að það sem þú gerir að það snýst ekki pening. Það snýst að láta einstaklingar sem eru á mjög erfiðum stað í lífinu líða betur frá upplýsingar, vita af þjónustunni sem er í boði og líka hluta mínu starfi er að eiga samtal við þessi einstaklingar, að segja sögur þeirra sem er algjör forréttindi. Og ég segi oft bara að mæta í kaffivélina byrja upp í Ljósi. Bara að þú ætlar að fá þig morgunbollan og þú átt bara að geggja samtöl.
út af því að fólki upp í ljósi, þú ert í umhverfi þar sem allir eru pingupássi bara búin að fara úr skelinni. Það mæta allir algjörlega óháð því hver þú ert, bara kall eða kona, hvort þú sért eitthvað þekktur einstaklingur úr þjóðfélaginu eða bara hefur látið lítið fyrir þér fara alla ævi, að það mætast allir svo jafnir og það er svo ótrúlega magnað. Og þegar þú stendur við kaffivélina og þú ert bara að eiga bara, ótrúlega skemmtilegt samtal eitthvað raunverulegt við einhvern sem eru bara svona geggjuðum stað í lífinu til þess að hafa frábært sjónarhorn á það. Að þá verður allt saman eitthvað svo heiðarlegt og það er svo geggjað. Þannig að ég held að það sé kannski sem er mest bara svona kannski hvað ólíkast. Það er þessi berskjöldun sem er í gangi. Það er ekkert þykistu. Það er bara allt eitthvað svo, bara akkurat eins og það á að vera, akkurat á þessum tímapunkti. Og myndirðu segja að það hafi einhvern veginn breytt þínu hugafari á einhvern hátt? Já, þetta hefur sannarlega breytt miklu bara í hvernig ég horfi á lífið. Ég held kannski að það mikilvægasta fyrir mig er að þetta er áminning hugafari sem ég var búin að tileinka mér þegar ég var búin að fara í gegnum mína meðferðir og mína endurhæfingu. Og það verður kannski ákveðið akkeri í eitthvað hugafar. Bara þakklætis og bara núvitundar. Að muna það í raun og veru að þetta er það. Það er ekkert næst, þetta er það. Og að njóta. Og það er alveg full vinna, sérstaklega í dag, það sem áreitið er svo ótrúlega mikið að synda móti straumnum og ekki að láta glepjast af hugmyndir það að fara að græða pening eða allavega að velja rétt, að velja eitthvað sem manni huggunast, að fara ekki bara einhverja aðra leið heldur en sína eigin. Og ég held að væri rosalega auðvelt fyrir mann að hafa farið tilbaka og að gera það sem maður þekkti en þetta að stíga út fyrir það eindarammann að segja upp og bara fara út í óvissuna og taka svo mótið þessi tækifæri að segja já, ok, ég ætla að pröfa eitthvað nýtt, sjá hvernig það gengur. Og hvort ég geti gefið eitthvað tilbaka og skipta einhverju máli, einhverju raunverulegu máli fyrir fólk sem þarf að því að halda. Ég myndi segja að þetta stundabrjálæði hafi það alveg pottitt borgað sig út af því að fara umhverfi þar sem að, sérstaklega eins og í ferðaþjónustunni sem er bara mikið af konum og maður var, náttúrulega allur manns ferill einhvern veginn hefur mótað svolítið af konunum í kringum sig og hvernig maður vann var svolítið mótaður af því. Þú erum með ótrúlega hörkuduglega konur og ferðaþjónustan náttúrulega byggð upp af bara þessum skörungum. Og það þýddi samt líka það að þú varst kannski að gefa of mikið af sjálfum þér. Hvernig þá? Til dæmis bara eins og þegar kemur af því að bara eins og fæðingarorlof, mér finnst alltaf besta dæmið þetta að þegar maður er að fara eignast sín börn þá snerist þetta bara alltaf bara hver geti unnið lengst. Hver ætti, ég átti nú börnin mín bara, ég var bara með tölvun í fanginu. Þetta voru bara, já, ég var nú að senda seinsta tilboðið bara þegar ég var komið með 3 í útvíkun eða 8 í útvíkun eða eitthvað, skilur. Þetta var bara, já, þetta eru fyrirmyndirnar. Þetta frábæra konur sem hafa unnið bara þrekvirki við að byggja ferðaþjónustuna. Og ég segi konur út af því að ferðaþjónustan er náttúrulega kvennastétt. En að fara úr því umhverfi og yfir í umhverfi þar sem þú ert með fagaðila sem eru mikla áherslu á þessi mörk. Þar sem einhverja hnippiði og segja, heyrðu, ert þú ekki að vera búinn? Þarf þú ekki að fara heim núna? Það er að hætta núna. Og ég man bara fyrstu mánuðina, þá var ég bara, ég bara eiginlega skammaðist mín út af því að, út af því ég var alltaf síðast að ganga frá tölvunni og ég var að stelast, ég fékk stundum svona komment bara, varst þú að vinna helgina? Það sem að, það voru allir svo, það sem er passað upp á hvern annan, það sem var bara, já, ég var bara aðeins bara smá að afsaka sig að þurfa að hafa þurft að sinna verkefnunum, en líka kannski ákveðin lærdómi fyrir þau út af því að mitt starf er kannski öðruvísi heldur en þeirra. Það hefur ekki alveg sama upphaf og endi og krefst þess ofta að maður sé í vinnunni þegar að maður ætti kannski ekki til að vera í vinnunni. En það er hollt að láta minna sig á þetta.
Því að annars væri svo auðvelt að fara bara aftur í sama farið. Og að iðjuhjólið manns yrði bara, ég myndi bara rúlla á því hérna út götuna, sko. Þannig að bara með því að fylla dagskrána. Þannig þetta hefur sannarlega borgað sig. Og ég er ótrúlega ánægð með að hafa þorað að breyta til. Að fara á einhverja nýja leið. Já, bara 100%. En hvernig svona breyttist heimilislífið þegar þetta allt gerist, myndu segja? Ég bara, þú veist, það er líka kannski erfitt að segja út af því að maður alltaf er bara búin að vera með lítil börn og yfir í að fara í gegnum flókið veikindaferli og núna að eiga frekar svona stálpuð börn. Að ég myndi segja það að þetta, þú veist, maður hafi reynt að minnka spanið, reynt aðeins að búa til meira andrými í kringu þau og að reyna að setja meiri fókus á að vera í núinu með þeim. Ekkert alltaf að vera að spá í hvað gerist næst, reyna að hægja á og á heimilislífinu. En hvernig gerir maður það í þessu umhverfi þar sem að allt er á fullu og allir eru að hugsa hvað gerist næst og hvert á ég að fara og þess aftur? Hvernig hjálpa maður börnum í gegnum eitthvað svoleiðis? Ég held að náttúrulega með að vera góð fyrirmynd, númer 1, 2 og 3, að tileinka mér þetta sjálf. Það er eina leiðin fyrir mig til þess að reyna að hjálpa þeim að hægja á sér. Og hvernig ert þú búin að tileinka þér að hægja á? Hvað gerirðu? Ég fer ótrúlega snemma að sofa. Okay. Þetta er svakalegt, sko. Ég er bara komin upp í rúm fyrir klukkan 10 og vakna snemma og hreyfi mig og til þess að eiga bara síðdegið, til þess að gera það sem gera þarf og vera með börnunum. En hvað myndirðu segja væri svona þinn fróðleika sem þú er lært, sem þú myndir vilja miðla til annarra? Það er það að hægja á og spyrja, er þetta þess virði? Er þetta það sem mig langar til að gera? Bara fyrir hvern er ég að gera þetta? Og mun það skipta máli. Og ég held að það einmitt er það sem við erum öll einhvern veginn að leitast eftir þegar upp er staðið og við horfum tilbaka. Þú veist, það sem við gerum skipti það raunverulegu máli.